Góðan daginn, hlustendur góðir og velkomin á staðinn okkar. Þetta er góður staður að vera á. Með allt til alls sem þarf til að gera þetta verkefni sem Drottinn kallaði okkur til að gera. Hann sér sína og meðan hann stoppar þetta ekki, verður þetta ekki stoppað. Þannig það heldur áfram, en byggir samt töluvert mikið á vilja hans og hennar sem að fæst við þetta og hitt verkefnið. Öll getum við sagt nei, öll getum við farið þá leið að vilja ekki og líka andspænis lifandi uppreisnum Jesú Kristi. Þetta heitir að vísu ólíðni vilja Drottins og það ætti enginn kristinn maður að vilja. En sumir samt gera og við höfum auðvitað öll verið á einhverju stigi málsins á valdi ólíðninnar. Þannig að við bendum ekki í fingri nema þá játtað okkur sjálfum. En það er kannski ekki aðalatriðið að benda á þetta því að öll höfum við nú eða mörg af okkur, ekkert öll, mörg af okkur hefur nú samt tekið okkur taki og erum enn við þetta heygarðshorn sem við vorum kölluð til að standa við og vera við vegna þess að þrátt fyrir allt þá höfum við nú þraukað. Og ég held að Drottinn sé afskaplega þakklátur fyrir það fólk sem þraukar. Hann veit að þetta getur verið versta barátta hjá einstaklingi. Kemur ekkert kannski endilega ytri aðstæðum við nema að því leyti til að við erum að búa okkur til ranga mynd af ytri aðstæðum sem að kannski gera verkum að þær eru að hindra okkur. Já, það er víða sem er þessi svokallaði stormur í vatnsglasi og stormur í vatnsglasi fylgir einstaklingi, fylgir mér, fylgir þér of oft og þetta er bara staðreynd sem enginn vitiborinn maður þrætir fyrir því að málið er borðleggjandi að þetta er staðan kannski allt of oft að við erum að berjast í einhverju, við erum við að gefast upp í einhverju svo þegar að átökin eru búin og líðin hjá og við kannski, ekkert endilega víst að við gerum, setjustu niður og förum yfir málið, að þá komustu að þeirri hræðilegu staðreynd. Þetta var nú allt saman stormur í vatnsglasi. Það hafði í raun og veru ekkert gerst þannig séð, en við bjuggum til því líkan bastard að lengi er í minnum haft út af engu. Þannig er þetta nú oft hjá okkur. Að stóru átökin, mestu átökin, byrjuðu í raun og veru á engu. Engu þannig séð að það skeði aldrei neitt það alvarlega sem olli öllu þessum alvarlegu viðbrögðum. Þetta hefur maður nú séð oftar en einu sinni og oftar en ekki sem maður hefur nú farið yfir það mál, hefur maður komist að þeirri niðurstöðu að í raun og veru þá skeði ekki neitt. Hver skilur manninn? Ekki nokkur maður. Og þess vegna er það svo mikilvægt að við sem eigum Guð förum nú að skammast okkur til að var nú að leyfa honum bara stjórna. Annars heldur bara að mistaka röðin áfram. Og það er nú kannski ekki endilega það sem við erum að sækjast eftir og við erum ekkert að sækjast eftir því. En stundum lendum við undir í þessu öllu saman. Og verður mann óskaplega fúl í framan. Og þá kemur fingurinn upp, yndislegur. Og eins og alltaf áður þá bendir hann alltaf frá einstaklingi. Og ef hann bendir frá einstaklingi er hann að benda á einhvern annan einstakling eða aðra hópa
Já, þeir voru valdir að þessu. Og enn og aftur er einstaklingur algjörlega stikkfrí. Enn og aftur er einstaklingur fórnarlamb. Hvers? Það segðu mér það, hvers? Ég veit það ekki. Hvernig getur einhverju verið fórnarlamb í atviki sem aldrei gerðist neitt í, sem ekki hefur oft sinni skerst áður og engu þótti neitt alvarlegt, en var það bastarði? Svona er fólk. Það er fljótt að draga upp alls konar myndir og svo kemur nú veikleiki manna inn í þetta sem býr til úr þessu eitthvað sem byggir raun og veru á engu. Er þetta ekki svolítið heimskulegt? Spurðu drottinn. Ég er nokkuð vissum að segja, konur minn, þetta var nú svolítið heimskulegt. En svo segir hann líka, en við stoppum ekki þarna. Við ætlum að horfa fram á við ætlum að horfa til upprisunar, við ætlum að horfa til krossins, krossfestingarinnar og allra yndislegu verkana sem drottinn vann fyrir mig. Þetta getur nú verið niðurstaðan í öllum okkar málum, þannig að hjartað lifni nú svolítið við og augunni hyrgist ögn. Þetta er ekki allt búið. Já, heimurinn er upptekinn við það að segja okkur þetta er svona alltaf að vera búið. Og setur upp skrítinn svip. Og ég segi, þetta er bara ekkert að vera búið. Þú fékkst þennan dag, góðan dag. Og drottinn spyr þig og spyr mig, hvað ætlar þú að gera í þessum yndislega degi? Veit ég það? Nei, ég veit það ekki. En þetta andartak sem ég er í núna, það get ég gert eitthvað gott úr og ég vil eitthvað gott koma út úr því. Og það kemur eitthvað gott út úr því að því ég leyfi trúnni minni að svo lítið að næra andartakið. Og þá sér maður bara fegurð. Og ég var nú einmitt þegar ég var að koma hingað á þann að þá var mér einmitt hugsað til þess, fallegur dagur núna, að þetta er svona fyrsti sumardagurinn eiginlegi sem að maður vaknar inn í og opinberast manns eigin augum. Og ég segi sumarið er komið. Og eins og við þekkjum mörg hver að þá kemur sumarið, það virðist nú fer nú alltaf seint af stað, mann finnst ekkert gerast og svo allt í einu, eins og hendiveifað er það komið. Og ég segi það að þetta er fyrsti dagurinn í morgun sem að ég svona upplifði þetta, mikla fegurð. Ég veit ekki alla hina sem voru á ferð á sama tíma og ég sáu það sama, ég rekna nú ekkert með því. Því að sjá svona er ekkert annað en Guð er að hnippa í mann. Og kannski var ég ekki svo eini sem hann hnippti í, en hann hnippti í maður þarna og ég sá, já, þetta er fyrsti sumardagurinn. Sem að maður hefur séð núna, já, frá kannski fyrsta sumardegi sem maður sá að vori. Svona er þessu öllu samans kafla skipt og svona gefur drottinn manni að horfa til þess og eins vegna þess að okkur er gefið þetta og hitt, en það er okkar að nota það. Ef við ætlum að vera bara í gömlu sögunum okkar og þá náttúrulega erum við ekkert að nota þetta. Því að við náttúrulega erum öll haffyrringar inn við beinið og getum gert bara eitt í einu. En þú sem átt Krist, þú getur þó allavega að nota trúna þína og gert það eina í einu og þá sér þú bara á einu minn fegurð. Og það er gott að sjá fegurð. Það er ekki allir sem sjá fegurð vegna þess að fegurðinni er ekkert svona hampað.
Ég er ekkert að tala fallega konur og glæsilega konur sem við horfum á kallarnir. Ég er ekkert að tala neitt það, ég er bara að tala fegurð, já, í umhverfin okkar. Ég man þetta einu manni sem var drykkjumaður lengi og vorum að keyra akka og það var kannski svona degi svo ég vaknaði inn í morgun. Hann sagði við mig, allt í einu fór hann að horfa til allra átta og sagði, rosalega þetta fallegt, sagði. Það var búin að fara 100 sinnum, 1000 sinnum og aldrei líklega tekið eftir fegurðin. Ég náttúrulega vissi alveg hvað við varum að vera. Ég vissi bara að Drottinn var að birta honum og opinbera honum fegurð. Það er engin annar sem opinbera svona fegurð. Þú getur alveg bókað það að ljótikallinn, hann er ekkert að opinbera einhverja fegurð. Hann veit bara að þú sett fúll og leiður og hræddur og skeldur eins og hann er sjálfur. Hann veit bara að þú sért það. Og því miður þá tekst honum að halda þessu að okkur allt og oft. Akkur, nú að því að við erum ekkert guðsmenn nema bara endurum og sinnum sum á okkur. Það er bara þannig. Þannig að það er afleiðingar af því, minn kæri, að setja bakið í Drottinn. Og hversu oft gerum við það ekki? Maður sem leipur út úr söfnuði, hann er nú ekki með birtuna fyrir fram að sig, hann er með birtuna í bakið. Og uppsker náttúrulega bara það sem að því fylgir, að vera með birtuna fyrir aftan sig. Hún á að vera fyrir framan okkur og við umleikinn birtunni. Þá erum við konur á allt annar stað og þá líka er Drottinn með í verkinu og þá, kannski, ef hann vill, opinberar hann okkur fegur í kring. Veistu af hverju? Hann er lifandi. Hann er upprisinn. Menn héldu að þarna verður nú loksins lausir við hann kall þarna sem var alltaf að tala á göttunum og rekkjað á úrsköpun öll. Nei. Þetta var byrjunin á því sem við erum að hampa í dag. 2000 ára síðar. Og þarna á milli er gríðarlega langur tími. Þó Drottinn segir sjálfur að einn dagur í hans augum sé sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Bang, allt í einu er það komið. Við erum ekki þar. Okkur söndlar við ef við förum að hugsa 1000 ára aftur í tíman og það er eðlilegt. Okkur er bara gefið andlartakið til að vinna úr og spinna úr og vinna með. Og við gerum það, en hvernig er aftur annað mál? Andartaki er þarna, en hvað erum við að sjá í andartakinu? Þetta er nú ekki merkilegt. Eða, vá, þvílík fegurð. Hvar eru við? Við hvað miðum við? Ég skal segja þér við hvað við miðum. Það sem er í hjartan okkar þá og þá miðum við. Og hvað er í hjartan? Krumpað andlit, þitt eigið andlit eða þú brosandi eyrna á milli og augun svolítið hirðlega að annað þessi hefur ekki sést. Hver gefur þér þetta? Ég skal segja hver gefur þér þetta. Hann heitir Jesús. Og þetta vill hann sjá hjá þér á hverjum degi, alla daga, alla tíð. Og hann segir við mig að við skulum ekki hræðast. Og okkur hræðast hvað? Nákvæmlega. Oft hræðast við ekki neitt. Og hvernig er það nú hægt á einu minn? Hjartað og hugurinn spinna upp alls konar. Þannig er það hægt. Og við búum til bastard úr engu, eins og við oftast nær gert úr engu. Og þetta finnst okkur úrskup vitlegt. Eða hvað? Eða leiðum við kannski bara ekkert hugan að því. Við segjum bara við erum bara menn og punktur og eftir. Já, við erum bara menn. En það góða við mann, mig og þig, að við getum lært. Við getum numið.
Við getum dregið aðrar ályktanir en hingað til hefur verið og viljum við það. Við elskum það, en gerum við það? Fæstir gera það ekki. Þannig það nú. Og enn og aftur erum við að benda á veikleika í manni. Og hann gríðarlegur. Og þar í veikleika erum við öll jöfn. Þannig að við erum jafnari oft á tíðum en okkur grunnar. Við erum jafnari. Við erum hnífjöfn að svo mörgu leyti. Þannig að við ráðum þessu öllu sjálf hvernig þetta allt saman virkar nú. Og þess vegna skulum við nota þennan dag til allt saman virkinu bara nokkuð vel. Og það sé bara harla gott. Því við getum gert það harla gott. Af því við ráðum svo ótal mörgu svo margt. Við ráðum öllu allt í kringum okkur og í okkur. Og hjartað núna glatt og ferskt og fallegt. Og hvað það að sýna þér? Það sem þú séð ótal sinnum á þinni ævi, hvort sem hún stutt eða löng. Og allt í einu dregst upp úr þessu vana ferli eitthvað spánýtt. Og þú segir, vá maður, engin smá fegurð. Ég segi þig, Drottinn að tala til þig. Alveg eins og hann talaði til mín í morgunsárið. Og ég sá þessa miklu fegurð í bara umhverfinu. Ég sagði fyrsti sumardagurinn loksins kominn. Svo sem hefur maður séð þetta áður og fengið svona hugljómun áður og ég kann henni vel. En þú, fer þú í verra skapið þú varst í þegar þú sér þetta? Mér finnst það allavega mjög ótrúlegt, en hvað veit ég hvernig menn bregðast við hinu ýmsu áreiti, ef áreiti skyldi kalla. Og hvað veit maður svo sem hvað menn sumir telja áreiti. Það orðið nokkuð margt sem menn telja áreiti í dag. Það má ekki horfa á mannesku, einhver sérstök augnar á því. Þá var það orðið áreiti. Menn ekki reyna að skilja það. Og getur það ekki. Þannig að við erum ekki svo bundin þarna, en við skulum vera rosalega bundin á orðið Guðs, vilja Guðs og að gera vilja Guðs, því að það okkur ætlað. Það getum við gert og það líka gerum við mörg hver. En þessu gleymum við stundum, en megum eiga það að við gerum það, já allavega einn á milli gerum við það, veistu af hverju? Það eina ástæða fyrir því, Drottinn hnippti í þig, bang bang, setti aðeins olnbogann í þig. Drengur, sérðu þarna? Já, og hvað finnst þér þetta? Mér finnst þetta stórkostlegt, segi ég, nákvæmlega. Það, segir Drottinn. Akkur tekur ekki eftir þessu þá okkur einn degi, því að þetta þarna, stórkostleikin þarna. Og hvað veit ég það, segir ég svolítið brúnaðungur, síga brúnir, því að það má ekki segja við okkur. Þá síga brúnir. Manneskjan stórkostleg, en það fýlugjarnasta líklega sem til út í þá sálma farið. Það ekki mikið. Það eiginlega mjög lítið, sannast sagna. Og við getum þakka Guði fyrir það að hann veit af þessu öllu og tekur á þessu öllu með okkur. Já, með okkur, veistu af hverju? Að það vill að við lærum af því sem við erum að reyna. Og betur bætum það sem við erum að reyna þar sem þarf. Það þarf ekki að betur bæta allt, því að sumt hjá okkur í harla góðu lagi
en brestirnir eru samt nokkuð víða. Og ef þú horfir yfir þitt eigið líf þá sérðu nú að brestir eru mjög víða. Því að þú ert einstaklingurinn sem veist hvað mest þig sjálfan. Þú veist hvernig þú bregst við sumu og þú veist líka kannski einn þegar þú bregst rangt við sumu. Og allt venjulegt fólk finnst það nú ekki neitt rosalega fallegt eða fínt og vildu óska að þeir hefðu ekki lent í því. Þeir lentu í því. Og hvað gera bændur þá? Ef þú ert tekinn manneskja þá keyrir í axlirnar og gengur svo frá að þetta gerist ekki aftur. Það heitir ákvörðun. Og ákvörðun mín og þín og okkar gríðarlegt vald. Og vald svo mikið að það getur raun og veru umbreytt huga og hjarta. Svo mikið það vald. Ef þú tekur aldrei ákvörðun, þá myndu aldrei reyna hvað áttir við með orðinu vald þegar kemur að orðinu ákvörðun. En í ákvörðunni býr mikið vald. Þú ert náttúrulega alveg svoleiðis upp í rjáfur hlaðin löstum, séð á þér. En það máttu eiga að þú hefur unnið bug á þeim mörgum. Og ég segi að allt var þetta nú vegna þess, væni minn og vina mín, að þú tókst ákvörðun að þessu skuli ljúka. Enginn að þú tókst ákvörðunina því að þú varst haldinn þessum og hinum lestinum sem þú loksins sást, því að sumir lestir okkar eru þannig að við sjáum það ekki, en svo allt í einu sérðu þá og þú segir, hei, ég ætla að hætta þessu. Og síðan hefur þið ekki látið standa því að því. Sumt erfitt að sjá hjá sér sjálfum, en allir í kring sjá það. Vegna þess að stundum það þannig að þetta verður okkur tamt. Ákveðin framkoma verður okkur töm og hún innan gæsalappa verður okkur eðlileg. En í annar augum ekki allra, það aldrei svoleiðis. Annar augum löstur í honum, það voðanar og allir að díjan og kanna þetta maður. En konningalið sér ekki neitt. Hann getur allt í einu, þá sér hann og hann segir, heyrðu, þessu ætla ég að hætta. Og stundu kemur drottinn inn með samskonar gæja og konna gamla og Rafnahöfði, með sömu taktana og sömu slæmskuna og konningamlið sér þetta og rosalega þetta liðlegt, segir hann, sjálf sig. Og allt í einu hnípt í hann, heyrðu, þú ert þessi maður. Já, ég ætla að hætta þessu. Og ég hætti þessu. Hinn hélti áfram, veistu af hverju? Hann ekki ég. Hvort það sé enn á þessum stað, veit ég ekki, en þarna á milli eru líklega yfir 30 ár. Og ég lauk þessu þá fyrir rúmum 30 árum og hef ekki staðið mig að þessu verki aftur. Við vorum að tala mátt ákvörðunarinnar. Þetta máttur ákvörðunarinnar. Þú segir, ég vill þetta ekki meira lengur og þú stendur á því. Svo að gera þetta ekki verður þér jafn tamt og það var þér að gera það á sínum tíma og þú sást ekki gera þetta rangt við þetta, ekki nei, og það lætur þetta. Kannski afskiptasemi,
Það hlutast til svona laga í fari annara. En gott að því leyti til að sumt beinlínis að trufla annað fólk, og við eigum ekki að vera fólkið sem að trufla annað fólk, þetta vera fólkið sem virðir annað fólk og þurfum því kannski mögulega að setja eitt og annað til hliðar, en við gerum það ekki ef við viljum það ekki. Þannig að það vilja ákvörðun, og aftur komum við að þessari ákvörðun og mikilvægi hennar, og við sjáum sannleikan, og að því við erum ærlega manneskjur og ærlegt fólk, þá erum við alveg til í að láta af einhverju bara fyrir aðra, veið ekki? Þá erum við dáin þessari andstyggð sem heitir eigingirni, og heimurinn fullur af eigingirni, og þetta eigingjarna fólk tilheyrir ekki Guði sem við þjónum í dag, og hann að hnippa í okkur að lagfæra eitt og annað og hjálpar okkur við að ýta því út. Við verðum kannski ekki betri manneskjur af, en allavega að þessu leyti eru þessir taktar farnir. Og nú truflast enginn af þessum töktum lengur í kring, og það nú bara mikill lakkur í því. Allt vegna þess að Guð með í verki. Við segjum oft, Guð nefnilega góður Guð. Hann bætir líf mann og kvenna vegna þess að vera góður Guð. Og þetta boðskapurinn sem hann vill að við heyrum í dag. Og við segjum harla góður. Og ég segi, takk Jesús fyrir þinn harla góða boðskap. Drottinn til að lagfæra alls konar, því að víða pottur brotinn og víða þurfa hlutir lagfæringar við. Og við erum stórir strákar og stórar stelpur og erum alveg til í lagfæringar, en ef við sjáum ekki neitt, ljóst að engra lagfæringa þörf. Og við segjum, Drottinn, gefðu okkur augu sem sjá og eyru sem heyra. Og láta þessa bæn einnig ná til okkar sjálfra, einkum og sérilagi kannski okkar sjálfra. Því að ég maðurinn, og þú segir þetta með mér. Ég maðurinn, ég heyrði því segja það. Þannig að við erum allavega konir á réttan kjöl með þetta mál. Og þessi dagur, auðvitað eins og aðri dagar, líður til enda. Og við kannski hefum stíð á stokk og sagt að þennan löst og annan viljum við burt úr okkar lífi, gott mál, þá skulum við líka standa á því. Hvað verður eftir 20 ár, 30 ár? Hann enn að baki? Og við segjum gott mál. En sem taka hann fljótlega aftur, og þeir 20-30 ára seinna segja ekki gott mál. Þetta var nú meira klóður að ekki farið út í þetta á þessum tíma. Það var seint. En þó ekki á seint, því þú getur byrjað bara aftur í dag, ef þú vilt. Þannig það alltaf hægt að taka upp þráðinn þar sem honum var sleppt, og sumir taka upp þráðinn þar sem honum var sleppt, og sleppa honum aftur, og núna í síðasta skiptið, sem sagt, þessu ferli þar með lokið. Af hverju lauk því? Líklega vegna þess að það var ekkert mjög gott. Við sleppum því sem ekki nógu gott fyrir okkur, af því að við höfum núna séð það. Að sjá allt atriðið.
að sjá. Sérðu til að mynda krossinn. Já, þú sér spýtuna upp í loftið og þess spýtuna ofarlega á langsum spýtunni. Það er kross. Og hvað meira? Hvað meira veistu þetta tákn? Veistu að það var maður negldur á þennan kross? Maður sem dó á þessum krossi. Maður sem var jarðsettur af þessum krossi. Maður sem reis upp frá dauðum og steig úr gröfinni. Og gekk með manni og öðrum sínum mönnum, tökum eftir því, hann gekk með sínum mönnum, lærisveinum sínum, ekki hinnum. Og þeir sá hann, horfðu eftir honum, stíga upp til himins og hvað meira, heyrðu engla segja að með þessum hætti kæmi hann til jarðar aftur. Erum við að bíða eftir því? Líklega já, en þetta gerist á sínum tíma. En á meðan þetta gerist ekki, þá stúturum við Biblíuna og þar að finna svo sem lesningu hvernig það muni gerast og aðdragandann að því sem er ekkert fallegur og þessi aðdragandi er enn uppi með sínum hörmungum auðvitað en það er samt ekki öll von úti enn og við sem eigum Kristi í okkar hjarta við dirfustum ekki að láta ástandið fyrir utan herbúðirnar skelfa okkur. Við dirfumst það ekki. Af hverju? Af því við eigum miklu meira en þetta. Við eigum sjálfan Jesú sem við getum hallað okkur að og hversu oft höfum við ekki líka hallað okkur að hjarta hans. Það er þarna til þess að ég og þú og við getum hallað okkur að því. Og svo er fyrir að þakka, Guði fyrir að þakka að við höfum lært það flest að gera með þessum hætti. Okkur líkar það vel og við finnum að því styrki. Við segjum, þetta er raunveruleiki, minn kæri. Þú sérð ekkert við þetta og ég veit af hverju þú sérð ekkert við þetta. Þú átt ekki heilagan anda í þínu hjarta og þá sérðu ekkert við þetta. Og þú sérð áfram ekkert við þetta fyrir en þú hefur fengið snertingu frá hæðum og þú eins og ég og við fleiri segjum, jú, það er til Guð og reikum upp stór augu. Hann er ekki lengur eitthvað orð, þriggjastafa orð. Nei, hann er raunverulegur. Hann er jafn raunverulegur og þessi maður sem hér er að tala til því. Þannig verður þetta fyrir manneskju sem hefur fengið opinberun að Guð sé, jú, vissulega til. Og svo öflugt verður þetta að á meðan þú lifir að þá víkur þessi hugsun ekki frá þér í eina sekúndu. Og það er auðvitað tilgangur með því. Því að við erum svo brokking, við erum svo veiklunda fólk, að Drottinn setur þessa tilfinningu, þessa fullvissu okkar Guð, svo fast í okkur að við munum aldrei gleyma því. Og það er auðvitað þakkarefni stærsta því alls konar þurfum við að gangi í gegnum og alls konar þurfum við að reyna en hversu oft hefur ekki trúin á Krist hresst okkur við og gefið okkur djörfungina og við segjum ég ætla víst að halda áfram. Og hvaðan koma þessi orð? Ég ætla víst að halda áfram frá öðrum en Jesú. Hún sem dó á krossinu fyrir þig. Og heilugum anda sem að planta í brjóstið og talar til þín vilja Guðs þá og þá. Þannig að það er vakað yfir þér, minn kæri og kæra, öllum stundum.
Allt frá því að þú eignast þessa gjöf sem við kallum trú til dagsins í dag og þú ert ennþá þessi trúaða manneskja vegna þess að þú stöðugt fengi hvatningu, ekki frá mér, nema kannski einu svona ári, heldur daglega frá þessu afli sem heitir heilagur andi í þér, sem endalaust og sífellt að snerta við þinni trú. Hann þarna til þess að snerta við þinni trú og fá þig yfir á band Jesú. Hann hefur ekkert leyfi til að fást við þinni frjálsa vilja en að tala til þig. Hann gefur þig kennsluna og þú í trúðinni meðtekur kennsluna, stígur út á kennsluna vegna þess að reynslan hefur kennt þér og sagt við þig oftar en einu sinni, hei, þetta sannleikurinn. Þú elskar sannleikan. Þú elskar sannleikan af því að reyna sannleikan sem þá þennan sannleika. Og út á þetta ferð að ganga og stíga og þú vilt hvergi annars staðar vera nema undir þessu sannleika. Þetta eru skiptin hjá því að lifa trú og vera undir vantrú. Þannig ég veit alveg hvað þú vilt vera. Hvað sem þú ert allt annað mál. Þarna viltu vera. Þarna vil ég vera og hef verið og svo Guði fyrir að þakka að svo og verður áfram. Svo hjálpi mér Guð. Þessi einstaklingur gefinn Guði. Og þú getur líka verið gefinn Guði. En það gerist ekkert ef þú vilt það ekki sjálfur. Þú verður að vilja það sjálfur. Og það sem að ég get gert hér ég get spurt þig, viltu þetta? Svarið þitt alfarið þitt. Ég hef ekkert með það að segja. Ég get auðvitað svarað fyrir mig, já, ég vil þetta og ég vil ekkert frekar. Og ég held ég sé að svara fyrir þig, það að segja, ef þú átt það sama til og ég. Við erum nefnilega í einingu að þessu leyti. Já, gjör ólíkar manneskjur sem við erum, þá eigum við þetta til og þetta sameinustu við. Við komum til að ganga undir hylli og heiður Jesú. En ekki til þess að, upphefja sjálf okkur, en það svo sem ekki mikið til að upphefja sig af. Því að sjálfið náttúrulega bara eins og það Það svona í dag, það öðruvísi á morgun. En það getur alveg haldið sér við það sem að Drottinn hefur sagt og gert, vegna þess að þannig þetta allt saman útbúið og gert, að þetta það sem að Drottinn vill okkur segja í dag, og veist af hverju, að þenni góður Guð. Hann alltaf góður Guð og verður áfram þessi góði Guð og þú munt aldrei þekkja hana neinu öðru en góðu. Ég segi þig og segi við sjálfa mig, við þurfum á þess að halda. Að eiga til svona gríðarlegur styrkur sem við ætlum ekki að þverskallast við, heldur ætlum að fagna yfir og verja tíma okkur með það sem við eigum eftir ólifað og Drottinn veit hve lengi það verður enn. En þessi dagur okkur gefinn og við getum því gert vilja Guðs í honum, en við verðum þá að gera vilja Guðs. Þetta alltaf sama niðurstaðan. Vilji Guðs komi
og er mín ákvörðun að koma í Jesú nafni. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.